ég hef mjög sterka skoðun á valinu á Einari. Ef ég hefði verið í nefnd þá hef ég barist fyrir þessi bók með Kjaft og klóm. Mér fannst það besta skáldsaga síðasta árs og óska Einari innilega til hamingju. Og Einar það er ofta að tala að hann hafi ekki hlotið verðlaunin áður og þetta var ekki sárabót. Stundum fá menn verðlaun af því að það er talað að það hafi átt að veita þeim þau miklu fyrr. Þetta er ekki þannig. Hann átti þau svo sannarlega skili fyrir þessa bók. Já, mér finnst bara frábært að Einar Már skuli fá verðlaunin. Vill nú svo til að ég er með hann á náttborðinu, svona rúmlega hálfnaður, mjög ánægður með hana. Við skulum fá hingað verðlaunahafa Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Fyrstur kemur núna á eftir Einar Már Guðmundsson. Einar Már Guðmundsson kom eins og frískur gustur inn í íslenskar bókmenntir þegar hann gaf út ljóðabækurnar Sendisveinninn er einmana og er nokkur í kórónafötum hér inni og seldi sjálfur árið 1980. Stuttu síðar kom svo skáldsagan Riddarar hringstigans og 2 aðrar bækur í svonefndum Voga þríleik. Einar Már fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir Engla alheimsins sem varð líka að afar vinsælli kvikmynd. Bókin varð í 6. sæti í vali Kiljunar á helstu öndvegisritum íslenskum. Einar er ekki einhamur því hann skrifa líka ritgerðir og greinar og var mjög virkur í þjóðfélagsumræðu árin eftir hrun. Sendi þá frá sér Hvítu bókina og Bankastræti 0. Einar Már fær Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki fagurbókmennta fyrir skáldsöguna Hundadaga. Velkomin Einar, til hamingju með verðlaunin. Hundadagar er bókin og fjallar aðallega Jörund Hundadagakonung en líka fleiri persónur í Íslandssögunni, dálítið Jón Steingrímsson og Finn Magnússon og svoleiðis. Þú varst að tala það þegar þú tókst við verðlaununum að þetta væri allt sög. Þú reyndar alltaf lagt óbúslega mikla áherslu á gildi þess að segja sögur. Já, það má segja í þessari skáldsögu, Hundadagar, þá er ég mjög upptekinn af þessu orði, saga. Af því við Íslendingar, við notum þetta orð yfir svo margt, Við notum þetta yfir mannkynssöguna, Íslandssöguna, skáldsögur, smásögur, svo erum við auðvitað með hótelsögu og svo var til einu sinni Saga Kapital. Og þannig þetta saga, það leitar ansi sterkt á okkar vitund og það má segja að þessi frásagnaháttur sem er einmitt eins og í bara fornbókmenntunum, Íslendingasögunum, að hann er á vissan hátt svolítið svona eilífur og þannig að þetta sem við kallum skáldsögu er nú kannski bara 200 ára gamalt og í sjálfu sér svo sem þar er alltaf að taka breytingum og það er mjög erfitt skilurðu að finna endanlega skilgreiningu á því hvað sé skáldsaga. Vegna þess að skilgreiningarnar úreldast langt á undan sögunum og það virðist alltaf koma eitthvað svona nýtt til skjalanna Þannig að ég er eiginlega svona mjög upptekinn af þessu að segja það má eiginlega orða þetta þannig því meira gamaldags sem þú verður því nútímalegri. Já, það er hægt að fara aftur í Íslendingasögurnar og sækja og þess vegna Hómer og þú veist þetta eitt sinn var til dæmis ljóð og saga eitt og sama fyrirbæri, þetta sem við köllum epos, söguljóð og ég tel nú að það hafi líklega þó ekki væru til neinn upptökutæki þá hafi þetta verið sungið þannig sem sé eins og tónlistin, ljóðlistin, sagnalistin þetta er allt svona einhvern veginn af sama meiði. Þannig þið finnst að skáldsaga eigi að geta rúmað ótrúlega marga hluti, kannski meiri hluti en við ímynduðum okkur þegar við vorum að alast upp og byrja að lesa bækur. Algjörlega og þessar formúlur einhvern lokaðan heim sem segir bara frá einum einstaklingi, það er löngu búið að brjóta það upp. Og einmitt þetta frjóasta sem hefur komið í nútíma bókmenntunum, svona þessi upplausn skáldsögunar sem kemur síðan og þessi nýja frásagnarlist sem kom svo eins og frá Suður-Ameríku og fleiri stöðum, að þetta rímar einmitt svo vel við okkar fornu sagnarlist, þar sem er einmitt sagt frá stórbrotnum
atburðum eins og hversdagslegum veruleika og svo er svo mikið af atriðum sko sem höfundar Íslendingasagnanna hafa sko sem þeir geti kennt nútíma höfund að forðast, til dæmis þetta veri aldrei með neina sýndarmennsku. Já, því sko ekki vera að sýna alltaf hvað þú ert flinkur, því að ef þú ert flinkur þá þarft ekki að sýna það. Það er einhver svona ofboðsleg speki sem býr í þessum forna kveðskap eða skáldskap og sagnalist sem að mér finnst alltaf vera sko, við erum alltaf að kveðast á við þessa tíma, alveg samanber það að allar svona, sko, flestir höfundar byrja auðvitað í einhverju uppreist gegn hefðinni, en hefðinni voru að fljóta að gleypa og við þekkjum þetta eins og hjá Halldóri Laxness sem spurði hvort að allar Íslendingasögurnar endur ekki einhver Njáll væri brenndur og hérna kemur svo krjúpandi sko í stóru verkunum sínum að dyrum sagnalistarinnar og sama getum við sagt eins og sko atómljóðin sem allir fengu flog yfir hvað þetta væri nútímalega. Þetta er eins og bara mjög hefðbundið þegar þú lest þetta í dag. Kjörlega. Og þannig eins og ég sagði í ræðunni minni sko að það er alveg sama sko sagnahefðin virðist geta gleypt allt hvort sem það er rapptónlist, punktónlist, andsögur eða atómljóð. Já, þetta eru skemmtilega pælingar. Og þetta, og ég meina, ég veit ekki hvort þú hefur haft þetta leiðarljósi þegar þú segir þessi sögur, þetta flétta saman svona raunverulega persónur þessi saga verður auðvitað til, hún hefur orðið til dálítið svona á aldarfjórðungi, sko, þegar ég fara að rifja þetta upp, sko, hvenær ég byrja og mikið auðvitað af þessum pælingum sem ég hef gengið í gegnum að þær speglast á einhvern hátt í þeirri sagnalist sem þarna er, sko. Ég nota þetta einmitt, sko, ég geri ekki greinamun, ég segi sannleikur sögunar, frelsi skáldsögunar, að einmitt, sko, og það rímar auðvitað ágætlega við eins og Íslendingasögurnar sko, því að við vitum ekki sko, höfundar þeirra voru sko bæði að skapa sagnfræði og bókmenntir en samt einhvern veginn hvorugt og þannig að það er alltaf ótrúlega frjótt að líta tilbaka þangað, auk þess sem að auðvitað eins og í Hundadögunum er þetta bara samt í sjálfu sér líka þessi stórkostlegi efniviður menn eins og Jörundur sko, sem ætla að breyta öllu en standa svo einir eftir og stórbrotið persóna, algjörlega stórbrotið persóna eins og hann kemur í gegn við þessari bók. Furðulegur, skemmtilegur, ótrúlegur og lyginni líkastur. Lyginni. Einar, þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum.